Já, góðan daginn, Stefán Ari Guðmundsson heiti ég. Ég ætla að vera hérna með ykkur í dag smá kynningu á Payday og þar sem við förum í gegnum helstu stillingar á kerfinu og svona helstu möguleika. Nú, það sem við skulum bara byrja, ég ætla að setja bara upp á skjáin hjá okkur kerfið. Nú, þegar þið byrjið að nota Payday þá byrjið þið bara að skrá ykkur fyrir aðgangi að kerfinu eða fáið aðgang að félagi sem til er fyrir. Og þá förum við bara inn á payday.is og þá er þetta innskráningarsíðan sem við fáum. Við skráum okkur hér inn og fyrir þá sem eru með aðgang að fleiri en einu fyrirtæki og þá fá þeir upp lista yfir hvaða félag þeir eru að fara að vinna í. Og ég er að fara að vinna ykkur í þessu, þetta er sín dæmi sem við erum með. Og þá komum við hérna inn. Þetta er það sem við kallum mælaborð sem er svona upphafs valmyndin í kerfinu hjá okkur. Hér erum við að safna saman tölfræði úr kerfinu og þeim gögnum sem liggja þar inni. Lykilatriði kannski til að þessar upplýsingar séu nothæfar og réttar er að bókhaldið sé fært jafnóðum og búið sé að færa allt. En hér höfum við ágætis yfirlit yfir tekjur tímabils og við getum skipt tímabil hér. Hér höfum við yfirlit yfir hver skuldin er, varskskuldin er og hver skuld vegna launa og launatengdra gjaldra er. Hér sjáum við yfirlit yfir það hvernig okkur hefur gengið að innheimta, það er að segja innheimtu hlutfall og greiðslu hraði. Og síðan höfum við hérna yfirlit yfir tekjur og gjöld yfir viðkomandi tímabil og svona ýmsa skemmtilega tölfræði. Og hér er þetta að nýta þetta sem stjórntæki ef að bókhaldið er uppfært. Það sem við ætlum að skoða kannski næst er það sem við kallum stillingar og þar eru 4 valmöguleikar. Það eru stillingar fyrirtækisins, það eru stillingar fyrir starfsmenn eða launamenn. Það eru stillingar fyrir notendur, það er að segja hverjir hafa aðgang að þessu félagi og síðan er þetta spurning áskriftarleiðina sem við erum í. Og ef við byrjum á að skoða hérna stillingar og fyrirtæki, þá fáum við upp þessa valmynd hér. Þegar þið skráið eða áður í Payday þá byrjum við á að ná í kennitöluna og þá fáum við sækir kerfið í fyrirtækjaskrá eða þjóðskrá allar þeirra upplýsingar sem eru til þar. Svo sem eins og nafn, heimilisfang og þess að þar. Ef einhverja breytingar verða á þessu, til dæmis heimilisfangi, þá er alltaf hægt að breyta því hér. Annað sem ég langar að benda ykkur á hér, það er þessi hnappur hérna, opið fyrir aðstoð. Þegar þið lendið í vandræðum þá getið þið alltaf haft samband við okkur ef það er einhverja spurningar sem vakna. Og síminn er opinn alla virka daga hjá okkur á skrifstofutíma. Síðan erum við hérna með svona spjallbólu eða chatkerfi. Hér er þetta að hafa samband við okkur alltaf á skrifstofutíma og hérna þá er ykkur hér innan úr sem grípur boltann og aðstoðar ykkur. Og það gerist venjulega mjög hratt. Það er meðal biðtíminn í síðasta mánuði var 50 sekúndur, þannig að þegar ykkur var búin að grípa ykkur, þannig að þetta fáið svör tiltölulega hratt. Og síðan er hérna nýjasti starfsmaðurinn þessi kappi hér, þetta er sem sagt AI, svona robot og hann er nú að vera dálítið flinkur, við erum alltaf að þjálfa hann og kenna honum, þannig að hérna hann geta svarað kannski 60% af þeim spurningum sem hérna beinti til hans. Nú, næsti valmöguleiki hérna er sem sagt stillingar fyrirtæki og banki. Hér setið upp þá bankareikninga sem þið eru með í ykkar rekstri og í þessu tilfelli er bara einn bankareikningur, þið bætið síðan við nýjum hérna, bæta við reikningi og það sama áður við kreditkortin. Síðan er hérna
virkni sem ég hvet alla til að nýta, það er sem sagt að tengja saman Payday og ykkar viðskiptabanka. Til þess að gera það og þá þurfið að velja hérna virkur og þá fáið þessa valmöguleika hér. Hér er eitt atriði sem margir staldra við eða stoppa við, það er sem sagt notendanafn og lykilorð inn í sinn netbanka. Það man þetta náttúrulega ekki nokkuð maður lengur, allir komið með rafrænar auðkenningar, en þetta eru upplýsingar sem þið fáið hjá ykkar viðskiptabanka. Í öllum tilfellum, í rauninni alveg sama hvaða banka þið eruð að tengja ykkur við, þá þurfum að vera í samskiptum við þjónustur bankana, vegna þess að þau þurfa að virkja ákveðna þjónustur hjá sér, svo kallar vefnotenda aðgang, þannig að þetta verði virt. En ástæðan fyrir kannski er að hvet ykkur til að nýta þetta að með því að virka þetta þá opnað á það möguleika til dæmis að því að þið eruð að senda reikning að þá þetta stofna kröfu leið og það sem gerir síðan í framhaldi af því að kerfið að fylgjast með kröfuþjónustu bankana og leið og krafan greidd að þá bókast innborgunin sjálfkrafa. Þannig að þarna erum við að auka alla sjálfvirkni sem mögulega hægt er. Eins náttúrulega koma alla bankafærslur sjálfkrafa inn í kerfið, þar að það hreyfingar á bankareikningum sem eru þannig að það svona þetta flýtir allir í okkar vinnu í kerfinu. Nú, næsti valmöguleikarinn er spurningum virðisaukaskattinni og fyrsta spurningin er bara, er þetta vatnsskyldur rekstur og ef það er að þá koma fleiri valmöguleikar. Það eru tveir veflyklar frá skattunum sem þarf að setja inn, það er veflykill virðisaukaskatts og veflykill staðgreiðslu, þar að segja ef þetta er vatnsskyldur rekstur og þið bara sláið það inn hér einu sinni og vistið og þá sækir í rauninni kerfið upplýsingar vasknúmer þessara kennitölu og í hvernig vaskskilum félagið er, þar að segja þetta skil annarkvæmt mánuð eða árskil eða hvernig sem það er. Eitt hak sem ég langar að benda ykkur á, þetta er bara valkvætt, láta Payday sjá vaskskil. Þetta þýðir í rauninni bara það að á morgni eindaga er vaskskilagreining send sjálfkrafa. 8 dögum á að fá þið tölvupóst, örugglega búið að bóka allan inn- og útskatt, þannig að þið eru svolítið svona mynd á hvað er að fara að gerast. Þetta er bara valkvætt, en sjálfum finnst mér mjög þægilegt að nota þetta. Nú, næsti flipir tengdur reikningunum og hér er svolítið svona upplýsingar bara hvað á að koma fram á reikningunum. Hér er þetta að setja inn logo og ýmislegt fleira. Hér er annar valmöguleiki sem ég langar að benda ykkur á, það er að segja að taka á móti rafrænum reikningum. Það er kannski ágætt að byrja að útskýra hvað rafræn reikningur er. Kannski með því að útskýra hvað rafræn reikningur er ekki. PDF-reikningur í tölvupósti er til dæmis ekki rafræn reikningur. Rafrænir reikningar í rauninni skeytaskil milli tveggja hugbúnaðarkerfa. Það er að segja, ef þið virkið þessa þjónustu hjá ykkur, að þá leið og ykkur lánadrottnum eða byrgjum sendir á okkur reikning að þá er komin drög að honum beint inn í kerfi hjá ykkur. Þetta flýtir að sjálfsögðu allir vinnslu og svona sparar heilmikla vinnu sérstaklega í uppgjara og skattframtala og þess að það er ekki að vera eldast við ykkur reikninga sem finnast ekki. Þannig að reikningarnir dælast sjálfkrafa inn í kerfið ef þið virkið þetta. Þið getið bara að prófa þetta og þetta er eina sem þið þurfa að gera, það er að haka þetta hak og vista og þá er þessi þjónusta orðin virkað á okkur. Nú, næsti valmöguleiki er sem sagt tengdur laununum og það er, fyrsta spurningin er bara, er félagið eða reksturinn á launagreiðendaskrá og ef það er að þá setji hér inn veflykil staðgreiðslu. Hér er síðan bara upplýsingar hvernig á að meðhöndla orlofið. Ágætt kannski bara benda hér á eitt fyrir þá sem það hentar, að hér er eitthvað sem heitir sjálfvirk launagreiðsla. Gott dæmi það til dæmis einyrkjar í
í rekstri sem að reikna sér endurgjald og bara alltaf sama fjárhæðin, þá þetta að setja launakistluna bara í sjálfvirkni. Þannig að einu sinni í mánuði keyrir launakistlan, launaseðill sendur og skilagreinum skilað á rétta staði. Þetta hægt að virkja bara hér. Hvenær á að gera þetta? Fyrsta virka dag mánaðar eða síðasta virka dag mánaðar. Hér höfum við síðan neðst svona algengustu launaliði, það að segja svona dagvinna, yfirvinna, eftirvinna, mánaðarlaun og þess háttar. Og ef ykkur fyrst vanti eitthvað hér, þá getið þið alltaf búið til nýjan launalið. Og það sama á við hérna frádráttarliðinu, það hægt að bæta fleiri. Nú, síðan erum við komin inn í bókhald. Hér dagsetning sem ágætt að staldra við, upphafsdagsetning bókhalds. Það þannig að margir sem að byrja að nota Payday nota þetta eingöngu í reikningagerð eða eitthvað slíkt í upphafi. En vilja svo frá einhverjum degi byrja að keyra allt sitt bókhald í Payday. Og þá það í rauninni þessi dagsetning sem færslur verða til sem miðaði við. Það að segja þarna verður til prófjöfnuður aðalbók eða hvað við kallum þetta. Nú, hér síðan hægt að loka fyrir bókun á ákveðin ár og maður gerir það til dæmis þegar búið að ganga frá skattframtali og ársreikningi að þá loka maður á ákveðið ár þannig að það sé ekki fyrir slistni bóka einhverja færslur inn á ár sem búið að ganga frá. Það líka síðan alltaf hægt að opna þetta eftir. Nú síðan hérna lokum samþættingar. Payday með svo kallaðan APA eða API sem þýðir inni það að allir þeir sem hafa þekkingu til og þeir geta búið til tengingar við Payday úr öðrum kerfum, hvort sem til að pússa gögnum inn í kerfið eða púla gögnum út fyrir einhverja skýrslugjöf eða þess háttar. Dæmi svona tengingar vefverslanir og kassakerfi og þess háttar. Það búið að smíða hérna fullt af einhverjum tengingum, svo sem eins og Sales Cloud sem kassakerfi, WooCommerce og Shopify sem vefverslanir, Booking Factory bókunarvefur fyrir ferðaþjónustuna, Núna sem kassakerfi og bókunarkerfi. Þannig að þetta fyrir þá sem með slíkan rekstur þá spara þetta mikla handafinu. Þá í rauninni, þá bókhaldið að verða til jafnóðum með einhver sala verður í öðrum kerfum. Nú, það sem við kannski ætlum aðeins að kíkja á næst hérna stillingar og starfsmenn. Ef við förum hér inn þá fáum við fyrst lista af þeim starfsmönnum sem til í kerfinu og eins og í þessu tilfelli bara einn kappi hérna, það þessi og nýr starfsmaður búinn til hérna bara nýr starfsmaður. Þá slegin í kennitala eða nafn og kerfið sækir upplýsingar viðkomandi. En ef við förum inn í þennan aðalega hér, þá þetta svolítið svipað bara eins og spjaldið fyrir fyrirtækin, það slegin kennitala og hér fáum við grunn upplýsingar starfsmannin. Ágætt að benda á þennan reit hér, netfang. Ef við setjum inn netfang starfsmann hérna, það sem gerist í rauninni þegar launakistlan bókuð, þá fær starfsmaður senda launaseðil í þetta netfang. Nú, síðan hérna upplýsingar bara bankareikning starfsmanns. Hér upplýsingar skattkortið og þess háttar, það að segja, hann að nýta skattkortið hér og uppsafnaðan persónuafslátt og þess háttar. Og síðan setjum við hérna inn það sem við kallum sjálfgefin laun eða hlunnindi. Þetta þeir launaliðir sem koma á launaseðilinn eða í launakistlunni þegar við stofnum nýja launakistlu. Það síðan sjálfsögðu þetta editir að breyta því bara með við erum að vinna launin. Þetta svona bara til að spara okkur tíma. Nú, síðan hérna spurning orlofið, það að segja orlofsréttin sem starfsmaðurinn á og hvernig á að meðhöndla orlofið, á að safna upp í dögum fjárhæðið að greiða það út eða hvernig sem það Og síðan hérna lokur stillingar varðandi lífeyrissjóð og stéttarfélög. Ágætt að kannski að benda hér að margir lífeyrissjóðir fara fram á við setjum inn notendanafn og veflykil svo hægt sé að skila skilagreinunum.
en það er rauninni sett inn þarna. Og er rauninni bara nóg að setja fyrir hvern sjóð og einn starfsmann og þá afritast það á aðra starfsmenn. Nú, ef við förum síðan hérna í næsta kafla sem eru notendur, þeir geti verið með eins marga notendur af Payday eða hvert fyrirtæki eins og þið viljið, það kostar ekkert aukalega, það er bara þið stýrið því. Og notendur geta verið með mismunandi hlutverk eða aðgang, hvað er sjá mikið og geta gert mikið. Og síðan er alltaf þannig að það er einn sem er svona aðalnotandi og hann getur lokað á aðganga á þessum. Og síðan er hérna lokað það sem við kallum áskrift. Hér er hérna sjáum við það er áskriftarleiðir sem er í boði hjá okkur og hérna hvað er innifalið í hverri áskriftarleið. Hér er hérna og getið þá hoppað á milli áskriftarleiða bara þegar ykkur hendar, því þurfið ekkert að heyra í okkur. Og hér er einnig hægt að búa til nýja áskrift, það er hægt að sækja afrit af reikningunum ykkar, þetta er svolítið svona mínar síður inn í kerfinu. Nú, við erum þá búin að ljúka yfir stillingarnar. Næsta sem við ætlum að skoða er hérna yfirlit. Hér höfum við yfirlit yfir allar þær skilagreinar sem kerfið er að vinna með, þar að segja hvort sem þær eru ósendar eða búið er að senda þær. Og hér sjáum við bara til dæmis ágætisdæmi yfir staðgreiðsluna, hér sjáum við janúar og febrúar, það er búið að senda þessar skilagreinar. Febrúar skilagreinin var send greinilega 15. mars. Hér höfum við síðan skilagreinu vegna mars og hún er ósend, en við sjáum hérna að hún verður send 15. apríl. Hér höfum við yfirlit yfir þetta. Við höfum sambærileg yfirlit yfir lífeyrissjóðum og stéttarfélögin. Síðan er hérna skilagreina vegna virðisaukaskatts. Og að því að ég var með hakað í að sjálfvirkskil, þar að segja láta Payday sjá vaskskil, þá segir hún mér hér hvenær þessi skilagrein verður send. Hún verður send 5. júní. Og þið getið að sjálfsögðu farið hoppa hérna milli tímabila, skoða eldri tímabil, hvernig þau lituð út. Nú, ef að einhver breyting verður, þar að segja að það kemur eitthvað sem glemst hefur að bóka eftir að búið er að senda skilagreinina, þá er alltaf hægt að fara hérna inn í aðgerðir og senda leiðréttingu. Þá fáir henni bara upp svona glugga sem sýnir hvernig skilagreinin var sem var send, hvernig hún lítur út núna og hver mismunurinn er ef ykkur er og það er þá hægt að senda leiðréttingu. Síðan erum við hérna með tvær skýrslur sem heitir annars vegar ársskýrsla virðisaukaskatts sem er númer 1026 og þetta er hérna svona fylgiskýrsla með skattframtalinu og síðan er hérna skýrsla sem við kallum vasksundurliðun eða vaskafstemming. Nú síðan eru hérna þessi árlegu skil yfir til kringum 20. janúar ár hvert, það er að segja launamiðar og launaframtal og síðan hérna verktakamiðar. Þetta er eitthvað sem er sent einu svona ári. Næsta sem við skoðum er hérna sala. Hér erum við með ýmsa valmöguleika. Það er þessi hefðbundnu reikningar bara, reikningagerðin. Það eru áskriftarreikningar fyrir þá sem eru í þannig starfsemi, þar að segja, þeir eru að senda eins eða sambærilega reikninga reglulega, eins og í mánuði eða eitthvað slíkt. Hér er tilboðskerfi, þar sem hægt er að halda utan um tilboðin, sjá hvort það séu samþykkt eða hafnað eða útrunnin. Hér er þetta að breyta tilboði í reikning eftir búið er að afhenda vöru eða þjónustu. Sölupantanir, það er hérna hluti af kerfinu. Hér erum við með viðskiptavinir. Hér erum við lista af þeim viðskiptavinum sem við erum með í kerfinu. Og við getum þannig að farið alltaf hérna inn og fengið ýmsar upplýsingar um viðkomandi viðskiptamann. Hér eru grunn upplýsingar, tengiliðir og þess háttar. Þetta setja fasta afslátti, tekur viðkomandi á móti rafrænum reikningum og þess háttar.
og hér höfum við síðan í yfirliti viðskipti, hvað búið að gefa út marga reikninga á viðkomandi, hvernig okkur við gengið að innheimta á þessu. Það eru ýmsar upplýsingar sem hægt að skoða hérna inni. Nú, til að búa til nýjan viðskiptavin, þá förum við bara hérna upp í nýri viðskiptavinur og þá fáum við upp bara leitaglugga og hér getum við sett inn nafn eða kennitölu og kerfið leitar þá í annars vegar þjóðskrá eða fyrirtækjaskrá að upplýsingum viðkomandi. Nú eða hægt að fara í annað ef þetta er til dæmis erlendur aðili sem ekki með íslenska kennitölu. Hérna undir viðskiptavinir að þá erum við með ýmsar skýrslur, við erum með söluskýrslu, við erum með stöðulista viðskiptavina og ýmislegt annað sem við getum verið að vinna með. Nú, ef þið eruð að byrja í Payday og eru með eitthvað viðskiptamannalista bara í Excel, þá getið þið alltaf hlaðið hann upp hérna, hlaðið upp Excel-skrá. Ágætt að sýna þetta hérna, við erum hérna með vörur eða birgðir. Hér þetta að búa til fyrirfram skilgreinda vörur og mér finnst ágætt að nota þetta þó að maður sé eingöngu ekki að selja vörur, þetta er eingöngu þjónustu. Og kannski ástæðan fyrir því að þá þetta að taka svona skýrslu út eftir á hvað seldi ég mikið af þessari vöru eða þjónustu á einhverju tímabili, hversu margar einingar og fyrir hvað mikið. Og eins þetta flýtir þetta fyrir í reikningagerðina að við erum þá búin að setja fast söluverð á viðkomandi vöru. Og ef við skoðum aðeins hvernig þetta vinnur, að þegar við förum hérna í reikningar og hér hefur við hér hefur við afrit af öllum þeim reikningum sem inn í kerfinu og sjáum stöðuna á þeim, hann greiddur, ógreiddur eða hann í drögum. En þegar við förum búin til nýja reikninga þá gerum við það hér, við förum og segjum bara nýja reikningur. Við veljum viðskiptavininn. Nú ef hann ekki til hjá okkur þá getum við búið hann til hérna líka beint. Við setjum inn bókunum, dagsetningu, gjalddag og eindaga. Tilvísun, þetta er bara valkvæður reitur, þetta ef að fólk vil setja einhverja ítarupplýsingar eins og deild eða staðsetning eða eitthvað slíkt. Nú síðan er hérna bara vörulínan eða línan á reikningnum og ég ætla að skrifa hérna vinna og að því að ég var búin að skilgreina vöruna þá er til hérna vara sem er númer 1 hjá mér sem heitir bara vinna og ef ég vel hana þá væri ég komið með einingaverðin og allt slíkt. Ég set bara magnið 1 og þar með er ég komið með drög að reikningum. Síðan er sjálfsagt að setja inn athugasemdir, bæta inn viðhengi og ýmislegt annað. Nú, þegar við erum búin að fylla síðan út reikningsformið þá þurfum við að taka hérna afstöðu til hvernig ætlum við að afhenda reikninginn, ætlum við að senda hann í tölvupósti eða viljum við nota rafræna reikning eins og ég var að sýna ykkur áðan og eins hérna viljum við stofna kröfu í netbanka. Þegar við erum búin að fylla þetta allt út og erum bara kátt með þetta þá segjum við bara stofna reikning og þá er reikningurinn farin. Það sem gerist hér í kerfinu að þegar við erum einu sinni búin að gera reikning á viðkomandi og setja einhverja stillingar hér inn, hvað sem það er tengt rafrænu reikningum eða tölvupósti eða stofna kröfu í netbanka, þá man kerfið þetta og kópar þetta næst þegar við gerum reikning á viðkomandi. Þannig að hún gefur með sömu stillingar. Já, þetta er nú svona það helsta varðandi reikningana. Þá ætlum við kannski aðeins að skoða næst hjá okkur það sem við köllum útgjöld eða bara kostnaðinn okkar. Það eru nokkrar leiðir í að skrá kostnað eða skrá okkar útgjöld. Nú fyrsta er bara að segja hérna ný útgjöld og þá fáum við svona svipaða valmynd eins og þegar við erum að gera reikninginn nema hér fyllum við út hverju söluaðilinn eða birginn og hérna dagsetningarnar og skrifum hérna bara lýsingu hér og setjum á hvaða gjaldalíki þetta fer. Getur síðan sent viðhengi með og þess aftur. Önnur leið sem er mjög þægileg og ég var að sýna ykkur á hana, það er þessi rafrænu reikningar og ég ætla að finna eitthvað dæmi um það. Hér finnum við dæmi um það. Þið sjáum að þetta er umslag, móttekið rafrænt reikningur. Þetta er skatturinn hefur sent þarna reikning fyrir bifreiðagjöldum og
og hann kemur þá bara sjálfkrafa inn í kerfið og staðan á honum svona sem drög. Ég get séð að það sem ég þarf að gera til að klára þetta að fara inn í reikninginn og það sem ég fæ upp þar að ég fæ hérna mynd af reikningnum, þannig að ég sé bara hann réttur og á hann rétt á sér og þetta bara allt eins og þetta á að vera. Og ef að það að þá þurfum við bara að fara yfir þetta, setja þetta á réttan bókhaldsleikir og bóka þetta inn. Þannig að þetta svona virka rafrænu reikningarnir. Önnur leið til að koma reikningum inn í kerfið að ef þið fáið reikning í tölvupósti eða taki mynd af reikningi eða kvittun, þá hægt að senda það beint inn í kerfið. Við ætlum að finna dæmi slíkt. Sýn ykkur hérna ljómandi gott dæmi. Hérna sjáum við @merki. Þetta þýðir að þetta reikningur sem ég fekk í tölvupósti eða tók mynd af og ég senda hann beint inn í kerfið. Og ef við kíkjum á þá höfum við bara hérna afrit af reikningum hérna við hliðina og getum alltaf séðan hér. Við förum síðan yfir þetta og hversum að þessi vaskurinn sé réttur og þess þar og síðan bara bókum við þetta. En til að senda reikninga inn í þetta þá ákveðið netfang sem þið sendið á. Það í rauninni kennitala fyrirtækisins @kvittun.payday.is. Það sem sagt kennitala @kvittun.payday.is. Það setja hérna slóð á ágætis hjálpargrein varðandi þetta. Það sem sagt endilega prófið þetta. Takið mynd af kvittun, sendið á kennitala @kvittun.payday.is. Þetta margir farnir að nýta sér mikið og spara sjálfsögðu mikla vinnu. Næst sem við ætlum að skoða aðeins varðandi launakeyrslunar. Hér höfum við laun og það sem við sjáum hérna fyrir neðan þá launakeyrslu sem búið að klára eða eitthvað sem í drögum eða eitthvað slíkt. En þegar við förum og stofnum launakeyrslu þá gerum við það þannig að við förum hérna upp í hægra hornið, segjum ný launakeysla og þá fáum við upp þá starfsmenn eða þann starfsmann sem við vorum búin að skilgreina þarna undir stillingar og starfsmenn og hér einmitt launaliðirnir sem ég sýndi ykkur áðan sem búið var að skilgreina. Við síðan förum hérna inn og getum þá bara slegið inn rétt magn af rétt að fjölda af tímum. Það líka fyrir þá sem með einhvers konar tímaskráningakerfi eða eitthvað slíkt, það hægt að lesa skrá hérna inn og það gert hann undir aðgerðir. En þegar við erum bara sátt með þetta og það búið að fylla út fjölda eininga á alla starfsmenn og allt rétt, þá þurfum við hérna að taka afstöðu til hvenær viljum við að kerfið sendi skilagrein staðgreiðslu og fyrir lífeyrissjóð og stéttarfélög. Það hægt að svolítið misjafnt hvenær fólk vill senda þetta, sumir vilja bara senda þetta á eindaga, senda strax eða velja ykkur ákveðna dagsetningu. Þegar við erum búin að skilgreina þetta, þá segjum við bara bóka launakeyrslu. Og það sem gerist þá að launin bókast í bókhaldinu, starfsmenn fá að senda launaseðil og nú á þeim tímapunkti sem við viljum að þá fara skilagreinirnar á skattinn, lífeyrissjóðinn og stéttarfélögin og ef að þið veljið það þá verður þetta greiðslubunki í bankanum fyrir millifærslu launa. Þannig að þegar þið eru búin með þessa aðgerð að þá ekkert annað en eftir en bara samþykkja bunka eða kröfur sem koma þá í netbankanum hjá okkur. Þannig að svona nú virknin í þessu. Ágætt kannski að benda á eitt hérna.
Hér eru tveir valmöguleikar sem eru afstemming eða bankaafstemming og bókhald. Þessir tveir valmöguleikar koma eingöngu inn þegar þið eruð í áskriftin, stærstu áskriftin okkar, það er allur pakkinn. Og það eru ekki fyrir þá sem að þetta er orðið svona fullmótað bókhaldskerfi, eða fullmótað bókhald sem við erum að vinna. En ef við kíkjum aðeins hérna á bókhald, þá höfum við hérna nokkra valmöguleika. Ef við byrjum á að skoða hérna bókhaldslyklana, eða bara lyklana okkar, þá fáum við hérna, þegar við stofnum aðgang í Payday, svona fyrirfram skilgreint bókhaldslyklasett. Við fórum þá leið að við höfum bókhaldslyklasettið eins einfalt og við mögulega getum. Að því að grunninn það þannig að þú sért með 200-300 lykla, þá ertu kannski að nota, flestir eru að nota 20 lykla, eitthvað slíkt. Bara svona til einfalt að vinna fyrir okkur, en í grunninn þessi lyklar sem eru hérna inni, þetta eru svokallaðir RSK-lyklar. Þetta eru þeir reitir sem koma á skattframtalið sem nauðsynlegir eru til að ganga frá skattframtali ársins. Þið, ef ykkur finnst að vanta síðan einhverja meiri sundugreiningu á þessa lykla, þá ykkur það alveg sjálfsvald sett að búa til nýja lykla. Hér erum við til dæmis með lykil sem heitir bara ýmis skrifstofukostnaðar og þarna fer pappír og þarna fer allir fjarskiptakostnaðar, sími, internet og þess aftar. Ef þið viljið búa til nýja lykil fyrir til dæmis sími, internet, að þá farið bara hérna inn í þennan lykil, undir aðgerðir og segið hérna afrita lykil. Þá verður til alveg eins lykil á nýju númeri og þið séðan breytið bara textanum hérna, nafninu á honum hér. Þetta einfaldasta leiðin til að búa til nýjan bókhaldslykil. Næsta sem við skoðum það sem kallað dagbók, það heitir færslubók í einhverjum kerfum, en hér hægt að færa bókhaldi bara beint, þar að segja að þetta skila sömu niðurstöðu eins og þegar maður að færa í gegnum útgjöld eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta bara önnur leið að sömu niðurstöðu. Hreyfingarlistar, hér höfum við allar hreyfingarlista í kerfinu og það hvað sama hvaða nafni það heitir. Hér getum við sótt hreyfingar á hverju sem Við byrjum á bara að skoða fyrir hvaða tímabil erum að skoða þetta og þá þetta bara filter, viljum við skoða niður á einhvern ákveðin bókhaldslykil, einhvern ákveðin viðskiptavin eða einhvern ákveðin lánardrottinn. Og ef við skoðum bara til dæmis hérna einhvern viðskiptavin, gefum okkur það að einhver viðskiptavinur hefur sambandið okkur og mér vantar hreyfingarlista, þá byrjum við á að sækja hérna viðskiptavinin, förum svo hérna í aðgerðir, getum tekið út í Excel eða PDF eða hreinlega bara sendt þetta beint á viðkomandi fyrirtæki. Síðan höfum við hér lánardrottnana sem eru bara okkar byrgjar og hér höfum við þá yfirlit yfir stöðun á þeim. Getum tekið út stöðulista á hverjum tíma. Það eins hér ef þið eruð með lista, eða þið eruð að byrja í Payday og eruð með lista af ykkur lánardrottnum og þá getið þið lesið þá einn hér eða bara búið til nýjan hérna með því að leita í fyrirtækjaskrá eða þjóðskrá. Síðan erum við hérna það sem við kallum rekstrarreikning, efnahagsreikningur og prófjöfnuður. Ef við skoðum kannski aðeins hérna rekstrarreikninginn, ef við byrjum á því, þá erum við hérna með eitthvað tímabil valið og það hægt að breyta hérna og skoða fleiri tímabil. Ef við viljum skoða hvernig reksturinn að ganga með því síðustu ár og hvað að breytast eða þess að þar. Það sama á hérna við efnahagsreikninginn, hann hér. Hann kemur hér og þeir getið skoða til samanburðar við ykkur önnur tímabil og síðan erum við hérna lokum það sem við kallum prófjöfnuður eða þetta heitir ýmsum nöfnum eftir kerfum, prófjöfnuður hjá okkur, aðalbók, saldólisti. En hér hefur verið þá bara stöður og hreyfingar á öllum lyklum á ákveðnum tímapunkti. Þeir sem að vinna í skattframtölum og þessar, hér hægt að taka út í rauninni skýrslu sem heitir RSK 104 sem rauninni bara skattframtal fyrirtækja og hægt að lesa þetta beint inn í skattframtalið.
Ég ætla hér að ljúka þessari upptöku.